Maggi, það lítur að vera svekkjandi að fara ekki með neitt stig úr þessum leik. Já, sjálfsögðu það. Við fengum færi til að komast yfir í fyrri hálfleik og nýttum við ekki og fengum mark í andlitið og svo vantaði bara aðeins meiri kraft í okkur í síðari hálfleik til að skora og auðvitað mæta langbesta liðinu í deildinni með við töfluna og mjög góð fótboltalið og þeir bara gerðu þetta vel, vörðust vel eftir að komast yfir og við náðum ekki að svara þeim. Hvað hefðu þurft að gera betur? Fyrri hálfleik fannst mér spila flott og fá fín færi og við höfum bara nýta þau betur. Það er svona sem situr efst í huga mér núna. Við höfum að nýta þessi færi betur hana í fyrri hálfleiknum og síðar hálfleiknum hefði verið að ná að spila hraðar, taka betri ákvarðanir í kringum teginn og fá betri færi. Þetta voru svona hálffæri sem við fengum í síðar hálfleiknum. Þannig að, já, margt sem við gátum gert betur en svo stundum er þannig í fótbolta. Mér fannst við geta spilað ég fara með þetta í kvöldi á þess að við höfum skorað mark. Þetta var einn af þeim dögum sem einhvern veginn vantaði einhverja trú og græddu í kringum teginn og það er eitthvað sem við þurfum að bæta fyrir næsta leik á móti Ólafsvík. Eins og segja, vantaði kannski svona meiri ógn. Maður sá það svona þegar Framararnir sóttu að það var svona meiri vikt í þeirra sóknarleik þegar þeir sóttu. Já, þeir náttúrulega hættulega líka þeir skyndu svona síðan þegar við erum farin að fara með fleiri menn fram á við og þeir eru marga mjög öfluga einstaklinga í liðinu sínu og svo framarlega og en líka bara erfitt að eiga við Framarana varnarleikunum þeir eru mjög öflugir. Þeir hafa ekki fengið mark á sig held ég útivelli í sumar þannig að það segir ýmislegt varnarleikinn þeirra þannig að þeir gerðu þetta líka vel, ég tek það ekkert á þeim. Mótið Hálna, hvernig lítur á þau stig sem eru komin í hús? Ekki sáttur, ég vil fá fleiri stig, 13 stig eftir fyrirumferðina er eitthvað sem að allt er lægi en við viljum gera betur og viljum gera betur, við viljum meira og ætlum að gera meira í síðarferðinni, það er klárt. Byrjuðum 4 stig fyrstu tveim leikjunum, svo kom erfiður kafli hjá okkur en við höfum svarað vel undanfarið og þetta var fyrsta tapið okkar núna í mánuð. Þannig að við þurfum bara að bregðast þessu tapi og byrja að komast aftur á skriði í næsta leik þegar Víkingur Ólafsvík kemur heimsókn. Fáið ungan strák að láni frá Breiðablik Anton Loga, hann hefur komið gríðarlega sterkur inn í liðið. Já, mjög góður í dag og búinn að vera mjög góður í þessum þremur leikjum sem hann hefur spilað með okkur. Góður í fótbolta og virkilega efnilegur leikmaður og það er gaman að sjá hann henta vilja okkar leikstíl og búinn að standa sig mjög vel. Þannig að vonandi verður framhald á því, við enga trúður en að hann muni hjálpa okkur ennþá meira í seinni ferðinni. Sterkt fyrir félagið eins og Afturlík að fá svona ungan efnilega dreng til sín? Já, auðvitað er það sterkt að geta fengið hann til okkar en það er engin tilviljun að við ákveðum að taka hann inn. Við reynum að velja vel leikmenn sem fáum inn og passi í hugmyndafræðina okkar og sé að bæta liðið okkar og það er það sem við höfum gert og við sáum möguleika á því þarna þannig að við ákveðum að fá hann inn og mér finnst hann að staða sig mjög vel í þessum þremur leikjum hingað til.